Komið þið sæl, á sunnudaginn kemur kveikjum við á fyrsta kertinu á aðventukransinum og hefst þá nýtt kirkjuár og aðventutíminn og undirbúningur fyrir jólahátíðina. Jólahátíðin er hátíð sem kristnir menn hafa haldið frá því svona það bil á 4. öld og felst jólahaldið fyrst og fremst í því að í kirkjunni eru lesnir ákveðnir biblíutextar. Við þekkjum jólaguðspjallið og Lúkasarguðspjallið sem er lesið á aðfangadag og síðan fyrsta kafla Jóhannesarguðspjalls sem er lesin á jóladag og síðan er predikað yfir þessum textum. Og megin inntak þeirra er það að Guð sjálfur, sonur Guðs, varð maður, tók á sig hold og blóð og varð einn af okkur. Hann bar syndir okkar og dó fyrir syndir okkar á krossinum og síðan sigraðist hann á dauðanum og reis aftur á 3. degi. Jólahátíðin er hátíð þar sem við höldum sérstaklega upp á fyrsta hlutan, þar að segja að sonur Guðs tók á sig hold og blóð og varð einn af okkur, hann varð maður. Snemma á öldum var síðan farið að taka frá tíma fyrir jólahátíðina til undirbúnings, til föstu og til þess að persónulega hugsa alvarlega það sem átti að halda upp á jólin. Og megin inntak þessa tíma varð að Kristur kemur, adventus domini, þar sem að orðið aðventa kemur frá, þýðir einmitt drottinn kemur. Og þá er verið að hugsa þetta í meira en einu skilningi, að sjálfsögðu í þeim skilningi sem við höldum upp á jólahátíðina þegar við segjum að Kristur kom til okkar, en líka í þeim skilningi að hann mun koma aftur til að dæma lifendur og dauða og að lokum í þeim skilningi að hann kemur til hvers og eins okkar, til mín og þín, í orðið sínu og í sakramentinu og hann er frelsari okkar þegar við trúum á hann. Nú upprunalega var aðventu tími föstu og þess háttar undirbúnings og reyndar lengi vel og elstu menn muna enn eftir því. En á okkar tíma hefur þetta samt sem áður breyst mikið og aðventa er svo sem ekki þannig að hann einkennist mikið af föstu og einfaldleika, heldur er orðið meira af alls konar allsnægtum. Við bökum smákökur og borðum þær og förum á jólahlaðborð og allt mögulegt þannig. Þannig að það má segja að blærinn yfir aðventuna hafi breyst þó nokkuð á síðastliðnum árum, en inntak aðventunar og boðskapur hennar er samt sem áður sá sami. Kristur kom til okkar, hann varð maður og bar syndir okkar. Hann mun koma aftur til að dæma lifendur og dauða og hann kemur til mín og hann kemur til þín í orðið sínu og í sakramentinu og hann er frelsari okkar til við trúum á hann.